Virðulegur forseti, nú á dögunum var kynnt í fjölmiðlum skýrsla Rauða krossins Hvað þrengir að. Þetta ekki skýrsla góðærið sem hefur skilað sér til margra heldur en þá sem góðærið nær ekki til. Það nær greinilega ekki til öryrkja, lífeyrisþegum, ungra ómenntaðra einstæðra mæðra og ungmenna sem búa við fjárhagslega og félagslega erfiðleika bæði á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu og síðast ekki síst nær lítilla barnafjölskyldna. Þegar málefni öryrkja eru skoðuð þá hefur það sýnt sig að bætt atvinnuástand hefur ekki auðveldað öryrkjum að fá vinnu. Hér þarf að gera stóra átak með atvinnulífinu, með samningum við atvinnurekendur og fyrirtækjum og ég minni hér á verkefni Atvinna með stuðningi. Nám reynist þessum hópi of dýrt þrátt fyrir möguleika á niðurfellingu og helmingi innritunargjalda við Háskóla Íslands. Fella þyrfti að gjaldið alfarið niður við þennan hóp og tekjulitla einstaklinga til að auka möguleika þeirra til að stunda nám. Við vitum líka að stór hópur öryrkja getur ekki unnið og þarf því að lifa af þeim bótum sem duga á engan hátt til framfærslu. Það hefur verið staðfest í hverri skýrslunni á fætur annarri. Hvað þá ef fólk í hjónabandi eða sambúð með börn á framfæri, hvernig skyldi börnum þessa fólks vegna hafa þau sömu möguleika og önnur börn til að leggja stund á íþróttir og annað sem ungu fólki stendur til boða í dag? Svari hver fyrir sig. Við vitum hér öll að til þess að bæta þarna úr væri einföld aðgerð að afnema tekjutengingu við tekju maka. Slíkt myndi hjálpa stórum hóp, jafnframt nauðsynlegt að tryggja þessum hópi sömu kjarabætur og almennt gerist á vinnumarkaði. Í skýrslunni kemur fram að 4% aldraðra sem eru ekki stór hópur bíður sérstaklega bákjör. Þetta er sá hópur sem einungis er með ellilífeyri, hefur engan eða lítinn lífeyrissjóð og þetta er sá hópur aldraðra sem á ekki eignir. Stéttaskipting virðist því vera staðreynd meðal aldraðra og er brýnt að skoða sérstaklega málefni þessa hóps. Svo virðist sem þessi hópur hafi gleymst í kjarabaráttu aldraðra því að þetta er hópur sem lætur ekki í sér heyra. Þessi sami hópur aldraðra var mjög sýnilegur í skýrslu Stefáns Ólafssonar Íslensku leiðinni. Í leiðara Morgunblaðs frá 15. febrúar síðastliðnum segir meðal annars skýrslu Rauða krossins, með leyfi forseta. Í raun er það talsverður áfellisdómur að niðurstöður slíkra könnunar skuli sýna það að þeir aðilar sem erfiðast eiga uppdráttur í þjóðfélaginu séu einmitt þeir sem að ríkisvaldi hefur tekið upp á arma sína. Tilvitnun lýkur. Staða ungra ómenntaðra einstæðra mæðra er afar bágborin. Ein fyrirvinna, illa launastarf, atvinnuleysi ekki óalgengt, eignalausar, litlir sem engin möguleikar og aukatekjur vegna barna. Menntunarleysi hamlað því að þessar stúlkur geti átt möguleika því að fá betur launaða vinnu til að rjúfa vítahring fátæktar og félagslegra erfiðleika. Ungar einstæðar mæður eru 30% styrkþega hjá félagsþjónustunni í Reykjavík en þar er sá möguleiki til staðar að stunda nám fyrir þær og þau ungmenni á aldrinum 18 til 25 ára og hafa ekki lokið grunnskólaprófi. Ætli slíkt að vera fyrirmynd fyrir önnur sveitarfélög. Í rannsókn Stefáns Ólafssonar kemur ljós að 31% einstæðra mæðra er með ráðstöfunartekjur undir fátækramörkum. Mikilvægt er að bæta á stöðu þessa hóps og mikilvægt að ríki og sveitarfélög geri stór átak til að svo megi verða. Húsnæðismál eru jafnframt stór vandi fyrir þennan tekjulitla og eignalausa hóp. Þetta staðfestist í viðtali við formann félags einstæðra foreldra sem lýsti neyðarástand í þessum málum og jafnframt upplýsti félagsmálastjórinn í Reykjavík að þetta væri sá hópur sem væri næststærstur á eftir öryrkjum þegar biðlistu húsnæði er að ræða. Því er ekki á vegi að spyrja hvort að ríkisstjórnin ætli að gera eitthvað til að fjölga leiguíbúðum. Í skýrslunni koma fram miklar áhyggjur af barnafjölskyldum með lágar tekjur. Það hefur reynst erfitt fyrir láglauna fjölskyldur í dreifbýlinu að mennta börn sín, þar hafa ekki efni að senda börn sín í heimavist. Þessar fjölskyldur hafa lent í jaðarsköttum og barnabætur að minnka mikið og staða fjölskyldunum því versna fyrir vikið. Ísland er eitt Norðurlandan tekjutengda barnabætur. Það hefur mikið forvarnagildi framtíðar að tryggja barnafjölskylduna þeirra er framtíðin. Ekki er óeðlilegt að spyrja í þessu samhengi hvenær tillagna er að vænta afnám tekjutengingu barnabóta og hvort samstaða sé það í ríkisstjórn að koma á barnakortum. Herra forseti, í því góðæri sem nú ríkir er mikilvægt að huga að þeim sem eftir sitja og rétta hag þeirra sem minnst mega sín. Í leiðara Morgunblaðs 15. febrúar segir með leyfi forseta. Nú á dögum er ekki hægt fyrir jafn ríka þjóð og okkur Íslendinga að una slíku þjóðfélagsástandi. Það eru hagsmunir allra að slíku ástandi verði eitt sem allra fyrst. Að þessu sögðu herra forseti legg ég fram spurningar mína til hæstvirts forsætisráðherra númer 1 ungar ómenntaðar einstæðar mæður og ungt fólk á landsbyggðinni. Ætlar ríkisstjórnin að beita sér sérstaklega fyrir því að sveitarfélögum sé gert kleift til að gera átak í þessum málum. Munum félagsmál og menntamálaráðherra láta skoða þessi mál sérstaklega. Hvað varðar elli- og örorkulífeyrisþega, geðfalla og tekjulitla einstaklinga ætlar ríkisstjórnin að beita sér fyrir sértækum aðgerðum til að rétta hag þessara hópa,
munu heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra skoða þessi mál sérstaklega. Og að lokum barnafjölskyldur, ætlar ríkisstjórnin að grípa til einhverra þeirra aðgerða sem dugar til að rétta hag barnafjölskylda sem lifa á fátækramörkum. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra. Herra forseti, þakka málshefjanda fyrir að vekja athygli á þeirri viðleitni Rauða krossins að gera könnun viðhorf fólks til hvaða hópar búa við þröngan kost í landinu. Sumir fjölmiðlar virtust reynda að telja að þarna færi fram einhvers konar vísindaleg rannsókn eða könnun í þessum efnum, en það er á lausu lofti gripið. Hér eins konar skoðanakönnun að ræða og út af fyrir sig bætir hún ekki neinu nýju við, ekki kemur neitt nýtt fram sem ekki hefur komið fram áður í hvað þetta varðar. En vegna þess að hv. þingmaður, málshefjandi, spurði sérstaklega kjör bótaþega er rétt að rifja upp hver þróun hefur orðið í ýmsum bótum hér í velferðarmálum og almannatryggingum á undanförnum áratug eða svo í þessu landi. Fyrir það fyrsta þá hækkaði kaupmáttur grunnlífeyris almannatrygginga 20% á síðasta kjörtímabili. En síðast þegar að flokkar Samfylkingarinnar voru í stjórn, þá lækkaði sami kaupmáttur 16% eins og menn vita. Hækkaði 20% síðasta kjörtímabili, lækkaði 16% síðast þegar Samfylkingarflokkarnir voru saman í stjórn. Kaupmáttur tekjutryggingar hækkaði 21% en lækkaði 6% síðast þegar Samfylkingarflokkarnir voru saman í stjórn. Kaupmáttur heimilisuppbótar hækkaði 60% síðasta tímabili, en þar kemur vísu inn í málið að sími og útvarp voru tekin inn í þennan bótaflokk, en hækkun var enga síður geysi há. Hins vegar lækkaði þessi bótaflokkur 11% síðast þegar Samfylkingarflokkarnir voru saman í ríkisstjórn. Kaupmáttur sérstaklega heimilisuppbótar hækkaði 13% á síðasta kjörtímabili en lækkaði 9% þegar Samfylkingarflokkarnir voru saman síðast í ríkisstjórn. Allir þessi fjóri bótaflokkar samanlagðir sem mynda það svokallaðar lágmarksbætur hækkuðu 22%, kaupmátturinn, ekki tölurnar, kaupmátturinn 22,5% á síðasta kjörtímabili eða sama og launavísitalan. En á hinn bóginn lækkuðu þessar tekjur allar eins og kunnugt þegar að Samfylkingarflokkarnir voru síðast í stjórn. Þá hefur einnig gerst að vanskil í bankakerfinu og húsnæðiskerfinu hefur einnig minnkað mjög mikið á undanförnum árum sem gefur góða vísbendingu það að staða hinna tekjulægstu hefur mjög batnað á þessu tímabili. Kaupmáttur lífeyris almennra lífeyrissjóða lækkaði 15% á því tímabili sem Samfylkingarflokkarnir voru í stjórn en hefur hins vegar haldið yfir verðlagsþróun á síðasta kjörtímabili. Kaupmáttur atvinnuleysisbóta lækkaði 15% á kjörtímabili Samfylkingarflokkanna en hefur aftur hækkað 11,4% á síðasta kjörtímabili og sem betur fer, sem meginmáli skiptir, þá hefur atvinnuleysi nánast orðið úr sögunni. Þetta er þættir sem menn verða að horfa á og sjá þegar þeir spyrja stefnu ríkisstjórnarinnar vegna þess að stefnan er ekki bara það sem kemur út munni mann á hverjum tíma, heldur verkin, það eru verkin sem tala, því að verkin er vísbendingin og leiðsögnin það hvert menn halda, ekki þegar menn bera sér á brjóst og þykjast vera bestir vinir smælingjanna. Þá spyrja mig hvernig höfðu þessi þegar höfðu tækifæri til og tölurnar tala sínu máli. Það er afar þýðingarmikið að þetta liggi ljóst fyrir. Hagur þeirra sem minnst hafa er því augljóslega að batna hratt þessi misserin, en í ríkisstjórn þeirra flokka sem ég áðan nefndi og standa Samfylkingunni hrundi kaupmáttur helstu bóta og lífeyrisgreiðslna. Hins vegar er rétt sem fram kom hjá málshefjanda að hagur ýmissa annarra í þjóðfélaginu hefur vænkast mun hraðar en þeirra sem minnst hafa. Sumir hafa tekið áhættu sem miklu hefur skilað í aðra hönd. Það er jafnan einkenni uppsveiflu í frjálsu hagkerfi að sumir bera meir úr býtum en aðrir. Þegar og ef bakslag kemur er nýjefna fólk hins vegar líklegast til að missa hvað mest. Það er hins vegar grundvallaratriði sem menn eiga að hafa í huga. Það er grundvallaratriði að þótt sumir beirum þessar mundir mun meiru við sig en almennt gerist, þýðir það ekki, eins og oft er gefið í skyn, þýðir það ekki að það veiki aðra. Kaupmáttar aukning hinna lægri tekna verður ekkert lakari fyrir vikið, eins og sumir virðast halda. Þvert á móti má segja að framtíðar tækifærum hinna lægst launuðu fjölgi við það að verðmæti séu sköpuð á öðrum sviðum í þjóðfélaginu. Til að mynda hafa tekjur sveitarfélaganna, sem hér var minnst á sérstaklega, snarhækkað við þessu auknu efnahagslegu umsvif í þjóðfélaginu. Mörg sveitarfélög hafa hins vegar færst mikið í fang og öðrum sviðum en í velferðarmálunum svo sem framkvæmdum og íþróttamannvirkjum. Ríkisvaldi getur ekki og vill ekki knúið sveitarfélögin til að verja fé með öðrum hætti en þeim sem samrýmist lögum og innan þeirra verður hvert sveitarfélag fyrir sig að forgangsraða eigin aðgerðum. En það verður ætíð til, og það skulum við átta okkur á, það verður ætíð til í landinu svo öllum öðrum landum, fólk sem er í fjárhagserfiðleikum. Það fylgir mannlegu samfélagi að einhver búi þröngt eða aðrir eyði umfram efni. Það verður ætíð verið svo.
Hlutverk hins opinbera að reyna að hlaupa undir bagga þar sem þörfin brýnust. Þannig hefur hið íslenska velferðarkerfi með því að hjálpa þeim sem hafa bágust kjörin en ekki reyna að hjálpa öllum eins og sumir vilja nota kerfið til. Þessi aðstoð vandmeðfarin. Það að gæta þess mjög vel að aðstoða þessu tagi leiði ekki til þess að fólk festist í styrkjakerfinu lengur en þörf Niðurstaðan hjá okkur í öllu falli sú að vandfundið stéttlausara þjóðfélag en Ísland, þó að við verum aldrei, ekkert okkar, hversu góð sem við erum, geta algjörlega útrýmt erfiðleikum vegna fjárhagsaðstoðar á hverjum einasta bæ. Það geta menn aldrei. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðurlands eystra, Helga A. Erlingsdóttir. Virðulegi forseti. Það sorglegt til þess að vita að könnun eins og sú sem hér liggur fyrir gerð af Rauða krossinum og hv. þingkona Guðrún Ögmundsdóttir hefur svo skilmerkilega vakið máls á hér, þökk sé henni, skuli sýna fram á og raunar sanna hvað velferðarþjóðfélagið orðið veikburða. Hér eru margir sem ekki njóta þeirra velferðar sem stjórnvöld halda fram að sé hér á landi. Það eru margir sem ekki eiga hlutdeild í margumræddu góðæri, margir sem eiga þess kost að öðlast skjótfengin gróða, í Kauphallaleiknum sem hér stendur sem hæst þessar vikur og mánuði. Niðurstaðan þarf ekki að koma neinum á óvart. Ekki nema örfáar vikur frá því að við áttum þess kost að lesa sams konar staðreyndir í bók Stefáns Ólafssonar. Í fyrra komu sömu staðreyndir fram í könnun á lífskjörum eldri borgara og öll þekkjum við eða vitum að fólki sem getur ekki framfleytt sér og sínum hjálparlaust. Það sannarlega að ræða þá sem búa við örorku, atvinnuleysi og sjúkdóma. Það líka að ræða aðra hópa í samfélaginu, hópa sem fram á síðustu ár sáu heimili sínu farboða án þess að leita aðstoðar hins opinbera. Það ekki mikill vandi að lesa út úr könnun sem þessari hvernig búið að auka stéttskiptingu á Íslandi. Þau viðhorf sem því miður hafa ríkt síðustu ár hafa orðið til þess að hér eykst dag frá degi munurinn milli fátækra og auðugra, munurinn milli menntaðra og ófaglærðra, munurinn milli einstæðra og þeirra sem njóta stuðnings, ættingja og fjölskyldna. Þessi munur aukast mikið og ef ekki verður að gert verður hann óbrúanlegur. Hæstvirti forseti, ekki bráðum búið að kanna nóg. Ekki ástæða til að fara að taka mið af niðurstöðum þessum og framkvæma það sem kannanir hver af annarri hafa sagt okkur að þurfa að gera. Til máls tekur hv. 18. þingmaður Reykjavíkur, Margrét K. Sverrisdóttir. Virðulegi forseti. Svört skýrsla Rauða krossins enn ein köld gusa framan í þá ríkisstjórn sem sífellt klifar á góðæri, stöðugleika og efnahagsuppsveiflu en stjórnar svo með þeim hætti að bil milli ríkra og fátækra eykst stöðugt hér á landi. Samkvæmt skýrslu Rauða krossins eru bótaþegar einn þeirra hópa sem býr við hvað bágust kjör og ég vil beina athyglinni sérstaklega að þeim í þessu stutta innleggi mínu. Herra forseti, eins og staðan í dag má fullyrða að ýmsar stjórnvaldsaðgerðir komi beinlínis í veg fyrir menntun og atvinnuþátttöku öryrkja. Þar á ég við jaðarskatta og tekjutengingar og þeir ráðamenn sem ákvarða öryrkjum jafn lágar bætur og raun ber vitni verða að horfast í augu við að með því eru þeir að útiloka þá frá eðlilegri þátttöku í samfélaginu og skerða þar með framtíðarmöguleika þeirra. Og það eru ekki einungis bótaþegarnir sjálfir sem eru einangraðir frá þátttöku í samfélaginu vegna fátæktar, heldur bitna slíkar aðstæður iðulega hart á börnum bótaþega sem vegna aðstæðna fá ekki notið tómstundastarfs eða annars sem börn hinna betur settu geta nýtt sér. Forsenda góðs aðbúnaðar fjölskyldna á Íslandi oftast mikil vinna og langur vinnudagur. Bótaþegar geta fæstir unnið langan vinnutíma og þaðan af síður yfirvinnu og eiga því minni möguleika á að eignast húsnæði en aðrir. Herra forseti, nú svo komið að miklu meiri hluta þjóðarinnar ofbýður þau kjör sem allir vita að öryrkjar og ellilífeyrisþegar búa við og hefur þjóðin lýst sig reiðubúna til að axla hærri skatta til að þeir megi lifa mannsæmandi lífi og þá nú mikið sagt í þessu skattpínda landi. Framsókn hefur haft slagorðið fólk í fyrirrúmi og ég vil gjarnan fá að vita hvaða fólk það sem Framsókn vill hafa í fyrirrúmi. Þó svo hæstvirtur forsætisráðherra haldi öðru fram, þá hafa bótaþegar mist af góðærinu því sú ríkisstjórn sem nú situr skarar eld að köku kvótaþega
á meðan bótaþegar mega éta það sem úti frýs. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjaness Guðmundur Árni Stefánsson. Herra forseti, hún var ekki merkileg málsvörn hæstv. Forsætisráðherra við þeim veruleika sem við blasir í íslensku samfélagi. Í fyrsta lagi vildi hæstv. Ráðherra gera lítið úr niðurstöðum þeirra könnunar sem að Rauði krossinn, þessi merku líknarsamtök, hafa staðið fyrir. Þessi samtök sem eru í návígi við þessa sömu einmitt. Og það er ekki einasta Rauði krossinn sem hafa leitt þessa staðreyndir fram á vettvang, heldur einnig Háskólinn, atbeini Tryggingastofnunar ríkisins í henni íslensku leið, eða henni íslensku neyð. Þannig að veruleikin er bara þessi, hvað sem hæstv. Ráðherra álítur. Í annan stað fór hæstv. Ráðherra í gamlan samanburðarleik og vildi líta svo út að samfylkingarflokkarnir hér á forðum daga, sennilega á ríkisstjórn árun 1988 til 1991 hefði gert verð. Við sem vinni á það eitt að það voru þeir flokkar sem að koma á þeirri þjóðarsátt sem við búum enn við í dag og tryggir þann stöðuleika sem hefur verið eiginlega grundvöllur þess góðæri sem að við höfum búið við að meðaltali. Þannig að hæstv. Forseti, það er ljótt þegar að menn horfast ekki í augu við þennan veruleika. En skýringin á honum er auðvitað einföld og skýr. Þeir ríkisstjórnarflokkar, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur, hafa það að megin markmiði að auka mun, undirstrika og efla sérhyggju og auðhyggju í þessu samfélagi og það er óhjákvæmileg niðurstaða að slíkri stjórnarstefnu að þeir sem minna mega sín, að þeir detti á milli, verði út undan. Ég vil að lyktum, herra forseti, að því að ég og hæstv. Ráðherra vorum saman í ríkisstjórn á árunum 1993 og 1994 á erfiðleika árum í íslensku efnahagslífi. Það kemur fram í þessari könnun að þeir hópar sem að þá var að tala við á þeim tíma áttu sannarlega erfitt og það átti þjóðin öll. Á hinn bóginn hafa þeir ekki upplifað það góðæri sem að þjóðin almennt virðist hafa fengið til sín. Ég spyr, er hæstv. Ráðherra mjög stoltur af þessum verkum sínum á umliðnum 5 árum að hafa ekki komið þessum bættu kjörum til þessa fólks sem að helst þurfti? Til máls tekur hv. 3. þingmaður Vestfjarða Kristinn H. Gunnarsson. Herra forseti, málshefjandi spurðist fyrir afnám tekjutengingar barnabóta og hvort samstaða væri í ríkisstjórninni það verkefni. Það er ekki stefna ríkisstjórnarinnar að afnema tekjutengingu barnabóta. Hins vegar er það stefna hennar að draga úr henni. Við stjórnarflokkarnir eru sammála að rétt sé og eðlilegt að hafa tekjutengingu til þess að tryggja að dreifing opinbers fjár til þeirra sem peningan eiga að fá verði með þeim hætti að meiri hluti eða stærri hluti þeirra renni til tekjulægri en ella væri ef engin tekjutenging væri við lýði. Það er stefna ríkisstjórnarinnar að taka upp ótekjutengdan hluta barnabóta sem er viðauki við þær barnabætur sem er í dag, svonefnd barnakort. Í öðru lagi spurði fyrirspyrjandi afnám tekjutengingar vegna tekna maka hjá öryrkjum. Það er það sama það efni að segja og hitt að það er ekki stefna ríkisstjórnarinnar að afnema tekjutengingu. Það var stefna þeirra ríkisstjórnar sem Alþýðuflokkur og Alþýðubandalag sátu síðast saman í að taka upp tekjutengingu að öllu leyti á öllum sviðum bóta. Það var gert með þeim rökum að með tekjutengingu dreifðu menn takmörkuðu fé ríkisins til þess hóps sem átt að fá féð á þann veg að stærri hluti fjárhæðarinnar rann til hinnar tekjulægri en ella hefði orðið ef engin tekjutenging væri við lýði. Ef afnumin yrði tekjutenging við tekjur maka öryrkja, þá myndi það leiða til þess að skerða þyrfti bætur þeirra öryrkja sem eiga tekjulága maka til þess að bæta tekju þeirra öryrkja sem eiga tekju hærri maka. Og það er tilfærsla sem ekki er eðlileg. Næstu tekur til máls hv. 1. þingmaður Norðurlands vestra Hjálmar Jónsson. Herra forseti, ekkert samfélag manna er laust við fátækt og ekki heldur okkar. Hún hefur vissulega minnkað mikið á undanförnum árum, fátæktin á Íslandi,
Við eigum líka betri möguleika en flestar aðrar þjóðir til að kljást við þessi mál. Grenndartengslin eru það sterk í okkar landi að fólk getur síður týnst og gleymst utan samfélagsins en í stærri þjóðfélögum. Við höfum sem betur fer næga vinnu og við getum tekið betur á með fólki, hjálpað þeim sem minnst mega sín, af hvaða ástæðum svo sem það má sín minnst, til að takast á við kröfur lífsins. Bjargarleysi fólks megum við alls ekki gera að pólitísku bitbeini eins og örlar hér á því miður og alls ekki draga starf Rauða krossins inn á slíkt plan. Hvernig eigum við hins vegar að bregðast við ýmsum þeim skýrslum og vísbendingum sem við höfum fengið umkomuleysi og bjargarleysi í okkar landi? Ég hygg skynsamlegt að skipuð verði samstarfsnefnd þingflokkanna, allra eða stjórnarflokkanna á Alþingi og frjálsra félagasamtaka eins og Rauða krossins, Þjóðkirkjunnar og Barnaheilla. Slík nefnd gæti skilað aðgerðaáætlun síðar á árinu og auðveldað öllum aðilum að lækna þessa meinsemd með þjóðinni, fátæktina og úrræðaleysið. Vonleysið sem nokkur hópur meðal okkar þjóðar býr við. Með öllum tiltækum ráðum þarf að sprengja fólki leið út úr þeim vítahring erfiðra aðstæðna, hvernig svo sem þær eru til komnar. Það er hlutverk okkar og það er skylda okkar. Ég minni á það einnig á afmælisári kristninnar í landinu. Máls tekur hv. 13. þingmaður Reykjavíkur, Ögmundur Jónasson. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. málshefjanda Guðrúnu Ögmundsdóttur fyrir að færa þetta mál inn á Alþingi. Við stöndum frammi fyrir alvarlegum vanda sem hefur nú verið staðfestur með einni skýrslunni. Ég held að við eigum að reyna að fyrirgefa hæstvirtum forsætisráðherra fyrir hans málflutning. Þar var kominn holdi klæddur brauðmola hagfræði þeirra Reagans og Thatcher. Það kann að vera misskipting í þjóðfélaginu, að hún sé vaxandi, að hér sé fátækt, en viti menn, hinnir fátæku njóta mólana sem hrjóta af borðum hinna ríku. Þetta er málflutningur sem er ekki sæmandi á Íslandi. Hið jákvæða við þessa skýrslu er að ekki látið sitja við það eitt að benda á vandann, heldur er hann einnig skilgreindur og vakin athygli á hvar þurfa að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða. Í ljós kemur að mörg þingmál sem bíða afgreiðslu taka á slíkum vanda. Ég nefni vanda innflytjenda. Fram kemur að við stöndum frammi fyrir því að hér myndist undirmálshópur ef ekki er lögð sérstök rækt við að hlúa að börnum innflytjenda í skólum og í samfélaginu almennt. Og fyrir þinginu liggur einmitt mál þetta efni. Þá kemur fram svo ömurlega staðreynd að geðfatlaðir er sá hópur sjúklinga sem ekki aðeins þarf að bera erfiðan sjúkdóm, heldur búa geðsjúkir öðrum fremur við örbirgð. Á þinginu hafi ítrekað verið flutt þingmál til að styrkja og bæta stöðu geðsjúkra. Áfram mætti minna á þá staðreynd að þeir sem hafa framfæri af greiðslum almannatryggingakerfisins þurfa alfarið að treysta á greiðslur þaðan sér til framfæris, búa við skarðan hlut sem hefur ekki fylgt kjara þróun sem aðrir þjóðfélagsþegnar hafa notið á undanförnum misserum árum. Og hér þurfa að koma til sögunar ný vinnubrögð, róttæk breyting á því fyrirkomulagi sem við búum við nú, og ég vil gera það tillögu minni að í stað þeirra nefndar sem hv. þingmaður Hjálmar Jónsson lagði til áðan, þá verði gengið til formlegra samninga við Öryrkjabandalagið, við hagsmunasamtök öryrkja, við samtök aldraðra til þess að ráða bót á þessari meinsemd. Til máls tekur hæstvirtur félagsmálaráðherra. Herra forseti, fátækt er býsna vandmeðfarið hugtak og það er hægt að skilgreina það á ýmsan hátt. Við höfum iðulega skilgreint það með þeim hætti að þeir sem hefðu ekki hálfar meðaltekjur í þjóðfélaginu, þeir teldust til þessa hóps. Þessi könnun Rauða krossins er allrar virðingar verð, en það má ekki taka hana sem einhverja hávísindarlega úttekt og það er nokkuð til í því að þetta er fyrst og fremst skoðanakönnun. Ástandið hefur yfirleitt batnað og yfir því ber að gleðjast. Kaupmátturinn hefur stóraukist, en það er óneitanlega þröngt í búi hjá sumum. Nýleg könnun sýnir til dæmis að 40% bænda eru undir hálfum meðaltekjum í þjóðfélaginu og það er staðreynd sem óhjákvæmilegt er að hafa í huga
og það liggur fyrir að hluti af unglingum í sveitum fara ekki í framhaldsnám af efnahagsástæðum. Og það er einmitt ástæða til þess að minna á þetta nú þegar að í undirbúningi er gerð nýr samningur við sauðfjárbændur. Félagsmálaráðuneytið fylgist með þessari þróun. Ráðgjafarstofa fjármál heimilanna sem starfar á okkar vegum, samstarfsverkefni við aðra, hefur aðstoðað yfir 2000 fjölskyldur sem meiri hluti þeirra hefur náð tökum á fjármálum sínum. Það er töluverð breyting á skuldsetningu, það að yngra fólk að skuldsetja sig miklu meira en áður var. Við erum að fara í samstarf við Rauða krossinn framleiðsluskóla að danskri fyrirmynd. Atvinnuleysið sem betur fer horfið. Ásóknin í fjárhagsaðstoð sveitarfélagana hefur minnkað. Ráðuneytið gengur eftir því að sveitarfélögin sinni skyldum sínum þar Íbúðareigendum gengur miklu betur að standa í skilum og nauðungaruppboðum á íbúðarhúsnæði hefur stórfækkað. Við vinnum að markvissri fjölskyldustefnu og það fer stóraukið fjármagn til fíkniefnavarna. Við þurfum að taka á málefnum innflytjenda og það er í undirbúningi og stórátak hefur verið gert í fjölgun leiguíbúða og að aðstoða fólk við að komast í eigið húsnæði. Til máls tekur hv. 15. þingmaður Reykjavíkur, Ásta R. Jóhannesdóttir. Herra forseti, hefur þú hugsað hvað verður þig ef þú greinist með alvarlegan sjúkdóm eða þú fatlast skyndilega? Þessi spurning glymur í eyrum okkar landsmanna í sjónvarpinu hvert kvöld í auglýsingu frá tryggingafélagi. Tryggingafélagi sem gerir út á réttmætan ótta fólks afdrif þess við heilsubrest. Þetta er nýlunda. Það er hart að þurfa að ræða hér eina ferðina enn fátæktina í samfélagi okkar. Því miður þá sýnir hver könnunin af annarri að ekki verður villst að ákveðnir hópar búa við ömurleg kjör. Við í Samfylkingunni og samtök öryrkja höfum margbent á að örorka er ávísun á fátækt. Örorka er ávísun á fátækt. Velferðarkerfi okkar stendur ekki lengur undir nafni eins og vísindaleg úttekt Félagsvísindastofnunar íslensku leiðina staðfestir og nú aftur þessi könnun Rauða krossins. Frjáls tryggingafélög eru því nú farin að gera út á réttmætan ótta fólks því það er ekki almennilega tryggt í almannatryggingunum. Þær standa ekki undir nafni lengur. Hvað gerist ef þú greinist með alvarlegan sjúkdóm eða fatlast skyndilega? Þú ert sendur út á guð og gaddinn. Þú og fjölskylda þín eru sett út á kaldan klaka. Velferðarkerfi okkar er svo illa komið að það dæmir fatlað og veikt fólk og fjölskyldu þeirra til fátæktar. Örorka er ávísun á fátækt. Það er margbúið að benda á leiðir til úrbóta. Tillögurnar liggja fyrir hér í mörgum þingmálum í þinginu. Velferðarkerfi okkar verður að standa undir nafni ef við ætlum að teljast til siðmenntaðra þjóða. Vilji til úrbóta er allt sem þarf, herra forseti. Næstu tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkur, Pétur H. Blöndal. Herra forseti, könnun Rauða krossins er illa unnin, aðferðafræðin er röng. Það eru leiðandi spurningar, fólk er spurt hverjir hafa það verst. Þeir komast ekki hjá því að svara hverjir hafa það verst. Það er sama hvernig staðan bætist, það skal alltaf nefna hverjir hafa það verst. Síðan er 71 sérfræðingur sem starfa við kerfið, spurðar að því hvað sé að. Eiga þeir að segja að hafi batnað? Eiga þeir að segja að við þurfum ekki eins mikla fjárveitingar? Nei, að sjálfsögðu benda þeir á enn meiri vanda. Þetta er nefnilega hluti af velferðarútgerðinni sem að er kannski hættulegasta aðförin að velferðarkerfinu. Skýrslan er blanda af óvísindalegri könnun, upplýsingum frá Tryggingastofnun og skýrslu Stefáns Ólafssonar og persónulegum skoðunum skýrsluhöfunda. Það er ekki tekið á vandamálum sem stafa til þess af gjaldþrotum eða uppáskriftum sem eru umtalsverð og það er heldur ekki tekið á því að helmingur af bótum landsmanna kemur frá lífeyrissjóðunum og þær hækka eins og verðlag en ekki eins og laun.
og það er þáttur í sátt sem hann gerði fyrir 15 árum til þess að bjarga stöðu lífeyrissjóðanna. Þetta var ekki tekið á. Nú, það er talað um félagslega innsönd, en það er ekki rætt um það að hún stafar kannski að því að velferðarkerfið setur fólk í kassa. Börnin á barnaheimili, geðfatlaðir inn á geðdeildir, fatlaðir inn á sérbýli, gamla fólki í elliheimili, það er búið að rústa fjölskyldunni. Herra forseti, við eigum að standa vörð um velferðarkerfið og bæta það enn. En það gerist ekki með upphrópunum og sleggjudómum. Málshefjandi, hv. 11. þingmaður Reykjavíkur, Guðrún Ögmundsdóttir, tekur til máls öðru sinni. Forseti biður hv. þingmenn að hafa ró í salnum meðan verið er að tala. Virðulegur forseti, ég vil þakka þeim þingmönnum sem hér hafa tekið þátt í umræðunni fyrir málefnalega umræðu að mestu, en forsætisráðherra var tíðrætt að auðvitað yrði fólk alltaf í fjárhagserfiðleikum og því verði ekki útrýmt. Ég er svo sem alveg sammála á því, en við getum alveg lagt okkar að mörkum til að rétta hag þeirra sem minna mega sín og sem þurfa, og það sem eru við sem að skömmtu þá peninga sem eiga að fara í þá vasa. Þannig að það er alveg á hreinu. Kristinn H. Gunnarsson reyndi að svara ýmsum spurningum sem ég hafði lagt fram sem að forsætisráðherra svaraði ekki, og ég var mjög ánægð með umræðu frá hæstv. Þingmanni Hjálmari Jónssyni, og ég verð alveg að segja eins og er að þessi nýju þingmanni finnst mér auðvitað skorta að þingið og nefndir fjalla einhverju alvöru og með formlegum hætti allar þær úttektir og skýrslur sem eru lagðar hér fram og okkur berast. Og ég minni til dæmis þrátt fyrir það að hv. þingmaður Pétur Blöndal hafi lýst vanþóknun sinni á skýrslu Rauða krossins. Þá minni ég til dæmis á skýrslu Stefáns Ólafssonar íslensku leiðina, þessar 2 skýrslur Rauða krossins. Skýrslu stöðu einstæðra foreldra sem lögðu hérna fram í þinginu. Stór skýrsla er til stöðuna í geðheilbrigðismálum. Þetta er skýrsla tómstundir fatlaðra. Það hefur verið unnar margar mjög góða skýrslur í ráðuneytunum, þar meðal málefni innflytjenda. Það hefur verið að bíða til úttekt á stöðu forsjárlausra feðra. Það eru ársskýrslur félagsþjónustunnar, það er skýrsla málefni aldraðra og það er ársskýrsla fjármál heimilanna. Og ef við getum ekki fara að sjá þessa hluti í samhengi og nýta þetta sem stefnumörkun í því að vinna bug á þeirri fátækt sem er milli 5 og 10%, sem er á meðal 5–10% þjóðfélagsþegna þessa lands, þá erum við mjög illa stödd. En ég vil ítreka það og ég tek undir það að það er tími til komin að vera skipaður vinnuhópur sem fari yfir þessi mál og vinna raunhæfar tillögur í málinu. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, það virðist vera þannig að sumir hv. þingmenn vilji ekki ræða þessi mál á þeim grundvelli einum sem við getum brúkað, vilji ræða það á grundvelli einhverja upphrópana og stórinda. Við getum ekki brúkað neinn mælikvarða annan þegar við gáum að því hvort að ríkisstjórn hefur staðið sig í stykki eða ekki. Hvernig kaupmáttur þeirra bóta sem ríkið greiðir hefur hækkað. Það er eini mælikvarðinn. Einhver hróp og köll og frammíköll hér, ómægleg, er ekkert innlegg í málið. Innlegg í málið er bara þær tölur sem beinharðar standa. Og svo reiðast með því, ef ég vitna til þess, að á síðasta kjörtímabili hafa allar þessar bætur kaupmáttur þeirra hækkað 20%. Af hverju fagnar ekki fólki þessum þætti? Af hverju er það bara með þessar upphrópanir? Og síðan kemur, og enn er haldið áfram að gjamma. Nú liggja þessar tölur fyrir. Og það eru þær sem eru staðreyndir máls. Og á það á maður að hlusta. Einn hv. þingmaður spurði hvort að ég væri stoltur af þeim árangri sem náðst hefði. Og hann vitnaði líka í bók Stefáns Ólafssonar, Íslenska leiðin, og leiðist þar uppnefnana. Íslenska leiðin, vantarlega ekki með leyfi frá höfundi. Og ég skal segja það að mjög margt sem hann einmitt vitnað til getur gert manni svo mjög stoltan. Eins og þegar að Stefán Ólafsson segir, með leyfi forseta: fátækt á Íslandi er sérhópa vandamál sem farið hefur minnkandi, segir hann á blaðsíðu 257. Og að varðandi eldri borgara segir Stefán Ólafsson, með leyfi forseta: virðist ljóst af þessum gögnum að Ísland er nú á dögum ekki lengur í hópi þeirra þjóða þar sem eldri borgarar er í mestu mæli í lægsta lágtekjuhópnum eins og var fyrir áratug síðan. Nákvæmlega eins og ég sagði áður. Auðvitað er maður stoltir við þessu. Og Stefán Ólafsson segir á blaðsíðu 264, fyrst með vitni í þessa skýrslu, með leyfi forseta: heildarniðurstaðan er því sú að Ísland var á eftir í þessu tilliti við upphaf 10. áratugsins en fátækt meðal eldri borgara hefur minnkað mjög ört á tímabilinu. Og ég er stoltur af því, hv. þingmaður. Þessari umræðu utan dagskrár er lokið.